Kæru landsmenn, gleðilega hátíð. Við áramót venjan að fagna, halda hátíð og gleðjast með þeim sem standa manni næst. Inn í gleðina getur blandast söknuður og eftirsjá eftir liðnum tíma eða ástunum sem fallnir eru frá. En þótt áramót séu í senn tími til að líta yfir farinn veg og horfa fram á við, tíminn þar sem bæði söknuður og eftirvænting gera vart við sig, eru áramót fyrst og fremst gleðihátíð. Þau eru gleðihátíð vegna þess að það liðna er búið og gert. Af sömu getum við verið stolt, annað hefði við viljað gera öðruvísi. En við áramót felst gildi hins liðna fyrst og fremst í því hvernig það nýtist okkur í framtíðinni, sem góðar minningar eða lærdómur og reynsla sem nýta má til að gera hlutina betur. Framtíðin er eins og er óráðin. Með allri sinni óvissu og áskorunum felur hún í sér fyrirheit nýjar upplifanir og möguleika. Hún vekur forvitni og þrár, hún er forsenda framfara og nýrra tækifæra. Það er ríkur þáttur í menningu okkar og raunar í manns eðlinu að vilja gera betur, ná lengra, upplifa fleira. Það er stundum sagt, og ekki að ástæðulausu, að við séum bara jafn gömul og okkur finnst við vera. Við hlúum best að æskunni í sálinni með því að viðhalda forvitni og þrá eftir að upplifa nýja hluti. Það þarf ekki að vera ferð til fjarlægra landa eða keppni á ólympíuleikum. Upplifunin getur líka falist í því að lesa nýja bók, fylgjast með barni þroskast eða sjá æskustöðvarnar í nýju ljósi. Ég minnist þess að hafa heyrt viðtal við mann sem var orðinn 100 ára gamall. Hann sagðist vakna glaður á hverjum einasta morgni, því honum þótti í senn merkilegt og skemmtilegt að fá það upplifa einn dag í viðbót og sjá sólina rísa einu sinni enn. Þess vegna eru áramót tilefni fögnuðar víða veröld, líka hjá þeim sem ekki búa við sömu gæði og sama öryggi og við Íslendingar. Þessi áramót eigum við að leyfa okkur að gleðjast. Tækifærin sem bíða okkar hafa aldrei verið jafn mörg og stór og þau eru nú. Íslendingar hafa náð nánast einstökum árangri við uppbyggingu samfélags á liðnum áratugum. Sum ár hafa skilað okkur lengra fram á veginn en önnur, en á heildina litið er saga íslenska lýðveldisins einstök framfarasaga. Það er nánast sama hvaða alþjóðlegu samanburðarlistar eru skoðaðir. Það sem lagt er mat á lönd eftir hlutum á borð við jafnrétti, lífsgæði, öryggi, heilbrigðisþjónustu, læsi eða langlífi, alls staðar er Ísland á meðal þeirra efstu. Fulltrúar þessarar fámennu þjóðar hafa líka unnið ótrúleg afrek, til dæmis á sviði lista, vísinda og fræða. Jafnvel í stærstu keppnisíþróttum heims hafa fulltrúar okkar unnið frækna sigra og glatt íslensk hjörtu. Við höfum að leyfa okkur að vera stolt af þessum árangri okkar Íslendinga og gleðjast yfir honum. Ekki til að setja okkur á háan hest á kostnað annarra eða státa okkur af því sem við höfum áorkað og ímynda okkur að það sé sjálfsagður hlutur. Nei, við eigum að vera stolt af því sem við og fyrri kynslóðir höfum áorkað vegna þess að það minnir okkur á að við getum gert enn betur. Þannig segir sú staðreynd að á Íslandi sé lægst hlutfall fátæktar í Evrópu og okkur ekki að við eigum að sætta okkur við það hlutfall. Hún segir okkur að fátækt eigi ekki að þurfa að vera á Íslandi. Á heildina litið hefur árið 2014 skilað okkur vel fram veginn. Kaupmáttur launa hefur aukist meira en 5% á einu ári, en fá dæmi slíkt hvort sem litið til sögu Íslands eða til annarra landa. Verðmætasköpun jókst meira á árinu en í flestum ef ekki öllum öðrum Evrópulöndum. Sjaldan hefur tekist jafn vel til og nú að koma á efnahagslegum stöðuleika sem endurspeglast meðal annars í lágri verðbólgu, en hún hefur nú mælst undir verðbólgumarkmiði Seðlabankans í tæpt ár. Atvinnuleysi er komið niður í 3%. 6.000 ný heilsársstörf hafa orðið til á 1,5 ári. Fjárfesting hefur aukist töluvert og mörg og fjölbreytileg atvinnuskapandi verkefni eru í burðarliðnum. Á sama tíma er tugum milljarða skilað til heimilanna í landinu með lækkun skatta og gjalda og beinum framlögum þar sem sérstaklega er hugað að því að bæta stöðu lágtekjufólks og fólks með millitekjur. Skerðingar á örorku og lífeyrisbótum sem ráðist var í fyrir 5 árum hafa fullu verið afnumdar og framlög til félagsmála aukin verulega. Þau hafa raunar aldrei í sögu landsins verið meiri en þau verða á nýárinu. Á árinu var líka hrint í framkvæmd einstæðri aðgerð til að rétta hlut íslenskra heimila
sem tók á sig umtalsverðar byrðar í kjölfar fjármálafallsins. Þessar aðgerðir og önnur úrræði fyrir þá sem vilja eignast heimili eða leigja munu hafa jákvæð áhrif á allt samfélagið. Þær draga úr greiðslubyrði og auka ráðstöfunartekjur og áhrifin kom ekki aðeins fram á árinu 2015 þegar mun gæta áratugi fram í tíman. Árið 2014 bætti stöðu okkar til mikilla muna. En nú rétt að líta fram á veginn og minnast þess að árangur ársins 2014 hefur alla burði til að verða traustur grunnur áframhaldandi framfara á árinu 2015. Árangur ársins sem við kveðjum í kvöld náðist ekki af sjálfum sér. Margir lögðu mikið á sig til að gera hann að veruleika. Því betur sem við stöndum saman að því að nýta tækifæri nýjársins, þeim mun meiri verður afraksturinn. En forsenda þess að ná árangri í framtíðinni verður hér eftir sem hingað til sú að við höfum trú á okkur sjálfum, trú á landin okkar og trú á getu íslenskrar þjóðar til að byggja upp og sækja fram. Á nýju ári mun ríkisstjórnin vinna að framþróun alls þess sem til þess fallið að gera líf sem flestra betra. Verkefnum sem bæta samfélagið, stuðla að betri heilsu, meira öryggi, betri kjörum, fallegra og heilnæmara umhverfi og meiri gleði. Að þessu viljum við vinna með hverjum þeim sem vill leggja hönd á plóg með okkur. Við gerum okkur grein fyrir því að mestur árangur næst með samvinnu. Samfélag er samvinnuverkefni. Takist það að ná samstöðu, meðal annars að huga sérstaklega því að bæta kjör fólks með lægri eða millitekjur, má í upphafi hins nýja árs leggja grunn að áframhaldandi verðlagsstöðugleika og kaupmáttaraukningu. Fátt okkur meira virði en heilsa okkar og okkar nánustu. Þess vegna hefur verið forgangsraðað í þágu heilbrigðisþjónustu. En á árinu 2015 verður meira fjármagni varið til Landspítalans en nokkur tíman áður. Auk 7-földunar árlegs framlags til tækjakaupa á spítalanum. Áfram verður haldið við að bæta heilbrigðiskerfið með það að markmiði að heilbrigðisþjónusta á Íslandi jafnist á við það sem best gerist í heiminum. Samhliða því verður ráðist í sérstakt lýðheilsuátak. Það að hver og einn hugi að eigin heilsu er árangursríkasta og hagkvæmasta leiðin til að auka lífsgæði og styrkja heilbrigðiskerfið. Stóraukin framlög til vísinda og rannsókna munu þegar á árinu 2015 ýta verulega undir það mikla nýsköpunarstarf sem hefur verið að leysast úr læðingi á Íslandi á síðustu misserum. Á nýju ári verður hafist handa við eitt stærsta framfaramál sem hægt að ráðast í til að styrkja innviði og byggðir landsins. Hafin verður vinna við átaksverkefni við að ljósleiðaravæða allt landið, hvern einasta bæ, hvern dal og fjörð, og tengja þannig landið allt við hraðbraut upplýsinga og samskipta. Reynslan sýnir að umhverfi okkar, eins og veðrið, hefur mikil áhrif á lífsgæði, það hvernig okkur líður. Áfram verður allra veðra von á Íslandi, en ný lög verndarsvæði í byggð og önnur mál sem stuðla mun að fegrun borga, bæja og sveita munu færa Ísland í hóp þeirra landa sem mestum árangri hafa náð í fegrun umhverfisins. Við getum því vonandi litið aftur til áranna 2013 og 2014 sem upphafsára mikils uppbyggingar skeiðs í íslensku samfélagi, sannkallaðs endurreisnar tíma. Þó má ekki gleyma því að enn á eftir að ljúka veigamiklum þætti í uppgjöri fjármálaáfallsins sem Íslendingar upplifðu af fullum þunga fyrstir þjóða fyrir rúmum 6 árum. Enn í landinu höft af flutningi fjármagns. Stærsta hindrunin í afnámi hafta eru svokölluð slitabú hinna föllnu banka, en þau hafa þegar starfað lengur en æskilegt getur talist. Framan af nutu slitabúin skattleysis, þrátt fyrir að vera að flestu leyti rekin eins og fyrirtæki. En með skattlagningu búanna er það efnahagslega svigrúm sem er óhjákvæmilegur liður í afnámi hafta nú loks byrjað að myndast. Það er nauðsynlegt að þessi fyrirtæki leggi sitt af mörkum til samfélagsins. Víða erlendis, til dæmis í Bandaríkjunum, hafa fjármálafyrirtæki sem í flestum tilvikum var haldið gangandi með aðgangi að ríkiskassa landanna verið látin greiða himinháar sektir ofan á endurgreiðslu lána til að bæta samfélagurum það tjón sem hlotist af við að framgöngu þeirra. Frá því að ný ríkisstjórn tók við hefur farið fram umfangsmikil vinna við að meta eftirstöðvar fjármálaáfallsins og hvernig best sé að vinna úr þeim.
Sú vinna hefur skilað því að stjórnvöld eru nú vel í stakk búin til að ráðast í veigamiklar aðgerðir snemma á nýju ári. Hvaða leið sem verður farin mun ríkisstjórnin aldrei hvika frá því að standa vörð hagsmuni almennings í landinu. Íslenska þjóðin hefur þegar tekið á sig allan þann kostnað sem hægt að ætlast til af henni vegna hins alþjóðlega fjármálaáfalls. Kostnað sem hefði hæglega getað orðið ennþá meiri og jafnvel óbærilegur ef Íslendingar hefðu ekki staðið á rétti sínum. Við lausn þessa verkefnis ríður mikið á að við stöndum öll saman Íslendingar. Þá verður þetta mikla hagsmunamál þjóðarinnar eins og önnur farsællega til lykta leitt. Kæru landsmenn, grunnstoðir íslensks samfélags eru sterkar og á þeim gott að byggja. Það afrakstur þrotlausrar vinnu og framsýni kynslóðana sem á undan gengu. Við áramót við hæfi að minnast þess, þakka það og virða. Það líka við hæfi að færa sérstakar þakkir til þeirra tugþúsunda Íslendinga sem leggja á sig ómælt erfið í sjálfboðavinnu til að bæta líf í þessu landi og auka velferð og öryggi samborgaranna. Árið 2014 minnti okkur oft á að þótt náttúra landsins sé gjöful og fögur, reynist hún oft viðsjárverð. Fórnfýsi og hugrekki íslenskra björgunarsveita reyndist okkur ómetanleg þetta árið eins og svo oft áður og minnti á að björgunarsveitirnar hljóta teljast eitt mesta stolt þessarar þjóðar. Á þessum tímamótum líka viðeigandi að hugsa með hlýhug til þeirra sem að takast á við veikindi eða aðra erfiðleika og þeirra sem rétta þeim hjálparhönd. Nýtt ár nýrra tækifæra að ganga í garð. Leyfum okkur að gleðjast. Með því sýnum við þakklæti fyrir þá gæfu sem okkur hefur hlotnast sem þjóð, en með því að gleðjast verðum við líka betur í stakk búin til að gera lífið á Íslandi enn betra. Hjálpa þeim betur sem þurfa hjálpar við hér heima og erlendis og halda áfram hinni miklu framfara sögu þessa góða lands. Berum virðingu fyrir fortíðinni, trúum á framtíðina og fögnum því að nú hefjist nýtt ár nýrra tækifæra. Ég óska ykkur öllum gleði og farsældar á nýju ári.